Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kategó, auglýsti nýlega byggingarétt fyrir 150 íbúðir á svonefndum Suðurbrautarreit á Ásbrú. Verkefnið er hluti af nýrri þróunaráætlun Kategó K64. Kaupandi mun vinna deiliskipulag fyrir svæðið sem er 3,3 hektarar að flatamáli í samvinnu við Kategó og Reykjanesbæ. Er að ræða fyrstu íbúða uppbygginguna sem ráðist er í síðan bandaríski herinn yfirgaf svæðið á Ásbrú fyrir 17 árum síðan. Já, þetta er verkefni sem kemur til út af þróunaráætlun Kategó sem heitir K64 og Ásbrú er eitt af þessu svæðum sem Kategó hefur umsjón með og hérna höfum við verið í samstarfi við Reykjanesbæ að uppfæra rammaskipulag fyrir Ásbrú frá því síðasta vetur. Og sú uppfærsla er langt komin og núna erum við með það á prjónunum að fara að deiliskipuleggja þetta svæði undir 150 íbúðir. Ég kannski jafnvel aðeins meira ef það leyfir það. Og í tengslu við það að þá munum við óska eftir samstarfsaðila um það verkefni og viðkomandi aðili hann mun öðlast byggingarétt á þessu svæði. Og klára allt saman, allan pakkan eins og maður segir. Já, það er hugmyndin að viðkomandi aðili, hann gerir lóðaleigusamninga við okkur og hannar og reisir hér byggingar og byggir hér íbúðarhúsnæði sem verður svona á bilinu 2-4 hæðir, svona lítil fjölbýlishús og við viljum gjarnan bara tryggja góð gæði, bjartar íbúðir, mikið af grænu í kring og annað slíkt. Og ýmsum stærðum, íbúðirnar? Já, ýmsum stærðum, já, fjölbreyttar íbúðir. Við erum að tala fyrstu ný framkvæmdir á húsnæði frá því að Bandaríkjaher fór árið 2006. Já. Þannig að það er orðið alllangt síðan að hér var byggt nýtt húsnæði. Þannig að við erum að brjóta ákveðið blað hér í sögu Ásbrúar, hefja hér uppbygginga á ný. Og hér er hugmyndin náttúrulega að auka og fjölga íbúðum og íbúum og einmitt til þess að náttúrulega bara að skaffa íbúðir fyrir þau störf sem að verða til bara á þessu svæði og einstilis að efla verslun og þjónustu innan Ásbrúar. Við viljum mjög gjarnan sjá nærþjónustuna á Ásbrú eflast til muna hér á næstu árum, þannig að þetta er liður í því. Verslanir og annað sem er ekki nánast eiginlega neitt í dag. Já, það er lítið það. Það er þó svona aðeins að birta til í því, en við viljum sjá bara miklu öflugri verslun innan næsta árum. Og þessi reitur er uppi svæði sem er í rammaskipulaginu skilgreint sem svona miðbæjarsvæði og þar viljum við sjá verslanir og þjónustu á jarðhæðum húsa en íbúðir á efri hæðum. Hvað viljið þið sjá þetta gerast hratt að hér í sig byggingar með 150 íbúðum? Já, deiliskipulagsvinnan og hönnunarvinnan mun alltaf taka á einhverjum tíma en við höfum væntingar það að framkvæmdir geti hafist hér svona innan 2 ára að lágmarki og að allt svæði verði meira og minna uppbyggt, fullbyggt innan svona, 6-8 ára. Er allt húsnæði hér á Ásbrú áður Keflavíkurflugvelli komið í notkun? Það er meira og minna komið allt í notkun, já. Það er engar fasteignir lengur í eigu Kategó sem náttúrulega átti allar fasteignirnar í upphafi þegar varnarliðið fór. Þannig að þetta er meira og minna allt komið í not, já. Einkaaðilar hafa keypt allt húsnæði hérna frá? Meira og minna, já. En hvað með eins og samtali við nærsamfélagið Reykjanesbæ sem Ásbrú er hluti af Reykjanesbæ? Já. Hvernig gengur það hjá ykkur með ýmis mál? Það gengur bara mjög vel. Við höfum átt í mjög góðu samtali við Reykjanesbæ þróunina á þessu svæði og Reykjanesbæ náttúrulega var þétt með okkur í K64 og við höfum eins og ég segi, við höfum unnið að uppfærslu á rammaskipulagi fyrir Ásbrú sem er núna að verða til og er að verða klár í kynningu og við höfum þá á döfinni núna að opna á meira samtal við íbúana þróun Ásbrúar og leyfa þeim að sjá þetta betur með okkur. Þegar þessum framkvæmdum lýkur er þá komið plan fyrir næsta verkefni? Eru fleiri svæði hérna sem að bjóða upp á frekari byggingar? Já, það stendur til að fara í deiliskipulagsvinnu á fleiri reitum hérna á Ásbrú og það er svona kannski minna mótaðar hugmyndir en engu að síður að þá er þetta verkefni sem Kategó sé fyrir sér að fara í samstarf með fasteignaeigendum og lóðarhöfum á svæðinu til þess að geta deiliskipulagt svona góðar stærri heildir á svæðinu. Við viljum reyna að skipuleggja þetta ekki sem bútasaum heldur sem góðar heildir þannig að þetta vinni nú allt hvert með öðru. En eins og segi það eru svona lausmótari hugmyndir sem eru komnar skemur á veg.
Nú kynntu þið, ekki fyrir mjög löngu síðan nýja þróunaráætlun sem þú nefnir K64 og við kynntum hana á sínum tíma. Eða þið kynntuð hana og við sögðum frá því. Er þetta verkefni núna, er þetta svona, fyrsta skrefið í þeirri áætlun? Er það fyrsta verkefni í raun í K64, getur þú sagt það? Já, þetta er allavega svona fyrsta mjög svona áberandi verkefni í K64 planinu, já. Það má sannarlega segja það. Við erum að vinna að mjög mörgum verkefnum sem eru svo sem meira og minna bara unnin inn á skrifstofu eins og er ekki kannski komin til framkvæmda en þetta er svona með fyrstu verkefni sem er að verða áþreifanleg, já. Hafa fyrirtæki verið að sækjast eftir að komast á þessu svæði? Svona á undanförnum árum, fljótlega eftir bankahrun, þá var þetta svona nýsköpunarsvæði og frumkvöðla og annað og við sjáum hérna meðal annars á bak okkur gagnaver og fleiri fyrirtæki sem að komu hingað á svæði. Hvernig er staðan í því? Já, ég held að við finnum klárlega fyrir meiri áhuga fyrirtækja núna upp á síðkastið og það kemur kannski út af einmitt þessari þróunaráætlun sem við erum búin að vinna og við erum byrjuð að kynna út í heimi og markaðssetja. Og eins finnum við náttúrulega líka fyrir áhuga bara með því að það virðist vera búið að lenda núna á málefnum Suðurnesjalínu 2. Það náttúrulega skiptir miklu máli að tryggja hér orkuöryggi, þannig að við finnum strax fyrir miklu meiri áhuga fyrirtækja á þessu svæði í kjölfarið af því. Og náttúrulega nálægðin við Keflavíkurflugvöll? Já, heldur betur. Það er mjög eftirsóknarvert fyrir mörg fyrirtæki að vera nálægt Keflavíkurflugvelli. Við finnum það líka.